Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Verið hjartanlega velkomin í Dramakasti. Ég veit ekki hvort ég var að fara með þetta intro. Í Dramakasti. En já, verið velkomin, við erum mættir hérna aftur á þessum skemmtilega fallega mánudegi. Eins og þið kannski heyrið, þá er ég svolítið veik og ég vaknaði sko með enga rödd, þannig ég var smá stressuð. Smá Lazarus. Já, ég var smá stressuð, þetta myndi bara ekki ganga í dag, en þið verðið bara að díla við þetta. Ég vil frekar að komi þáttur og ég sé smá veik heldur en að komi engin þáttur. Já, það er rétt. Í smá hás. Svo lengi svo erst ekki gubbandi á mig, þá er ég góð. Já, nákvæmlega. Þannig að ég afsaka það og ég skal reyna að halda sniffinu í Lágmarki. Já, í lágmarki. Ég skal reyna mitt besta. Ég sem sagt fór senstu helgi niður í bæ eins og maður svona gerir á og til og það var einhver gæir sem kom upp með mér. Ég vorst að hlusta á You Know Who You Are. Ég held að hann sé ekki að hlusta. Hann sá okkur á TikTok sem sagt og kom upp með mér og var eitthvað, ert þú ekki með podcast eitthvað? Ég eitthvað, jú, hehehe. Smá vandræðileg. En og hann eitthvað, ég er með geggja topic fyrir podcasti. Ég bara, já, hvað ertu með? Og það vildi þess að við myndum endilega taka fyrir. Þegar maður að fá sér Nesquik. Ok. Hvort setur duftið fyrst eða mjólkina fyrst? Sko, allar heilvita manneskjur setja mjólkina fyrst. Já! Mjólkina fyrst? Já. Ég set alltaf mjólkina fyrst. Nei, þú veist náttúrulega, ég held að þú setur í minnihlutahóp hérna sko. Er það? Já, út af við öll á barnum vorum saman það að maður setur duftið fyrst. Í alvöru? Já. What? Og þá blandast það miklu meira, þú veist, ok, en ef þú farið í rípana, setur rípana fyrst eða vatn fyrst. Rípana fyrst. Já, þetta er sama konsept. Nei, að þetta er duft. En mér finnst það blandast miklu betur ef maður setur duftið fyrst. Já, en þá festist svo mikið í botninum. Já, sem er besti berturinn. Og það var náttúrulega næsta spurning, hvað gerir við köglana? Nei, að því að það koma miklu meiri kögglar þegar þú setur mjólkina fyrst. Að þá, þú veist, störrar maður og svo koma fyllt af köglum og þá tekur maður fyrsta sopan og fær alla köglana. Þannig að fyrsti sopan er alltaf bestur. Ég veit ekki hvað ég sammála þér. Ekki síðasti. Við erum ásammála hana. En ég hef ekki fengið mér Nesquik í mjög langa tíma. Veistu hvað? Hvað? Ég keypti Nesquik í gær. Þú náttúrulega átt börn. Já. En í gær, vá, það er endur mjög mikið tilvíðun. Já. Mér finnst Nesquik vera svona sem maður á þegar maður á börn. Já. Maður er ekki að kaupa sér þetta. Nei, áttu Nesquik heima þér? Nei, Nei. Áttu Nesquik til heimi á mömmu og pappa? alveg pottið. Já. En þú eru svona 10 ára gamall Nesquik. Frá því ég águstur og lítil örgulega. En já, síðan var það með aðra tillögu sem ég sko tók upp með þess að voice note en ég held að hún hafi verið svolítið aðeins og óvegandi að ég geti eiginlega ekki spila hana fyrir ykkur tímiðir. Ég fannst þetta voðalega góð hugmynd þegar ég var barnið og var ég bara já. Ég vil eins og ég væri eitthvað svona frétt blaðamaður in the wild eitthvað, já byttu, ég ætla að taka þetta upp. En ég held að við séum ekki að taka það tímiðir. Nei, kannski seinna. Já, en ég appreciate þetta mjög mikið að eitthvað hafi komið svona in public og endilega. sagst hafa heyrt að eitt, ég var bara, vá. Já, endilega ef þið sjáu okkur og eru með einhverja sniður hugmyndir, Já. þá bara tökum við ykkur upp. Já. Og finnst það óslega gaman. Já, það var geðvægt. Ógeðslega gaman að hitta einhvern in the wild. Já. En eigum við að stökkva í Drama of the Week Já, af því það er við nefnilega svolítið erum drama. með drama. Já. Við erum með update. Við fengum update á ég að taka. Já. Þetta er semst frá stelpunni sem var átti kærasta og hún sá vinkonu sína og kærastan saman. Einmitt. Já. Ok. Og hér er update. Ok. Hún segi, ég talaði við vinkonu mína og hún byrjaði. Þetta er þér að kenna, þú varst ekki að sinna honum. Ekki verið að gera drama úr svona litlu, honum vantaði bara eitthvað sem myndi í alvörunni hlusta. Ok, ekkert eðlilega passive-aggressive. Mér finnst þetta mjög ljótt. Oh my god. Oh my god. Hver talar svona? Hver segir svona? Hver segir svona vinkonu sína? Og líka þegar hún er búin að expósa þau, Já. að þá er hún bara eitthvað, þú varst ekki að sinna honum, mí. Þú veist eins og það sé ykkur afsökun. Bara, hvað meinaru? Líka ef það var virkilega eitthvað vandamál, af hverju komstu þá ekki að tala við mig? Af hverju fór hún þá bak við þig? Og hitta kærasta þinn. Og hún er í rauninni bara komið afsakanir út af því að þau voru caught. Þú veist, hún hefði ekki sagt þetta við þig. Nei. Ef þú hefðir ekki séð þig og konfrontað hana. 100% ekki. Ég segi bara, bye bitch. Já,
en með þetta ekki skemmtilegt, en ég er mjög forvitin samt hvað kærastinn sagði. Já, við Hvort við þurfum séum þá saman. Já, Þurfum eiginlega þriðja update. við þurfum eiginlega þriðja update, sko. Já. En elsku stelpa, mig langar bara að segja við þig að fjarlægast frá þeim báðum. Já. Af því þetta er ekki sniðugt að vera í kringu svona fólk. Nei, mér finnst það ekki fallegt. Nei. Mér finnst það svona, þú veist, að ég veit það ekki, mitt, þú konfronta hana eða þau fyrir eitthvað sem að þú sást og finnst ekki í lagi og þá er hún einhvern veginn að snúa yfir á þig og koma með afsakanir. Já, og er ekki horfa í eigin barm. Segja það sé þér að kenna líka. Að þau hafi verið að hittast. Bara, nei. Það er aldrei afsökun, þú veist, fyrir ykkur svona. Nei. Þú veist, ef honum virkilega leið þannig að það væri ekki verið að hlusta á hann eða whatever, þá hafði hann bara átt að bringa það upp í þig og tala við þig það face to face eins og manneskja en ekki fara bak við þig og hitta vinkonuna. Nei. Þú veist, það er fárlegt. Já. En já. Það er allavega okkar skoðun. Já, okkar skoðun. Já, en takk fyrir sendinu update, við kunum mjög mikið að meta. Mjög mikið. Og finnst gaman að heyra hérna update frá svona dæmi. En við erum líka með annað drama eða ekki, sem var sent inn. Ok, við fengum sent inn annað og það er sem sagt, besta vinkona mín hatar kærasta minn. Oh my god. Og sagði hún henni, er eitthvað meira í þessu? Nei, það stendur bara þetta. Ok. Þetta er mjög erfið staða. Mjög. Þetta er mjög leiðileg staða að vera í, sko. Ég hef lent í svipuð. Með mig? Nei, ekki með þig. Nei. Ekki með þig. Alveg, já, ég hata Gunnar. Sorry Gunnar, nei. Ekki með þig. En veistu hefur við talað um? Já. Sko, ég hef... Ekki beint hata, en bara svona... Sko, já. Ekki fíla hann. Já. Beint. Já. En ég hef líka lent í að vera hinum megin þar sem einhver stelpa hefur, einhver vinkona mín hefur ekki fílað strákinn sem ég er með. Já. Og það er langt síðan, þannig að þú veist ekki... Var það ég? Varst ekki þú. Ok. Nei, ég bara segi þetta svona við fólk, þú veist, það er langt síðan, þú veist, ekki fara eitthvað að reyna að giska hérna hver það var eða eitthvað. Nei. Og þetta er mjög erfitt, þú veist, á báða vegu. Það er erfitt að vera vinkonan sem þarf að segja þetta og það er líka erfitt að vera stelpan sem fær þetta á sig. Já. Bara hvað ég fíl ekki kærastæðin og hvað ég geri, ég hætta með honum, þú veist. Já, ég veit hvað tala um. Ok. Við tölum þetta aftur. Tölum þetta aftur. Já. Þú veist, út af það skiptir, fyrir mig allavega, það skiptir alveg máli hvað vinum manns finnst makan sinn. Þú veist, 100%. Og flestar vinkonuðinnar væru ekki að segja þetta af ástæðuleysu. Já. Ef þú myndir hérna koma til mín og segja mig og þú hataði kærasta minn, þá væri ég alveg svona, ok, það kannski þýðir eitthvað að þetta sé ekki beint. Já. Út af því að þú þekkir mig mjög vel, auðvitað skiptir mig máli hvað þér finnst. 100%. Ef þú myndir koma til mín og vera bara eitthvað, heyrðu, þetta er ekki alveg eins og mér finnst þetta ætti að vera. Nei. Og þá myndir líka gefa mér ástæðu. Já, það er nefnilega málið sem ég ætla að segja líka. Það er kýð. Það þarf að vera einhver ástæða. Já. Ef hún er bara eitthvað, nei, fíla hann ekki, ég hata hann og er ekki með ástæðu. Já. Þá finnst mér svona að þú meir alveg take it with a grain of salt, skilur ég. En út af því að náttúrulega ég segja hindbógin, þá áttu svona ekki að velja makaðinn 100% bara út frá því hvað vinkonuðinum finnst. Nei, þú veist, ef að þú ert bara ógeðslega happy, það er ekkert að og bara þú ert gætt hamingjursum en vinkonaðinn hatar hann, þá myndi ég ekki bara hætta með honum bara út af því. Nei, alls ekki. En kannski bara taka það til og svona hafa bara eitthvað eirað, ég veit ekki, allavega með þeir að kynnast og svona, ég veit ekki. Já, fyrir kannski eftir hvað eru búin að lengi saman líka. Já. Hafa bara eitthvað eirað og kannski spurja hana úti hvort hún geti gefið eitthvað ástæður, hvort það sé, ok, þú veist, eru þið bara kannski ekki fólk sem að líka við hvort annað, eru þið kannski bara ekkert að vera vinir, það er bara alltaf læg, eða er þetta út af því að þér finnst hann bara vera slæmur kærasti, eða þú veist, eða eitthvað saga sem þú hefur heyrt hann, eða það er svo ótrúlega mikið sem spilar hann inn í sem þarf að spyrja og aðtóa með og bara vera open and honest, tala saman og geta tekið ákvörðun út frá því. Já. Það ég myndi alveg vilja vita, þú veist, ef þú myndir ekki fíla gæði sem ég væri með, ég myndi alveg að vita, en ef þetta væri, þú veist, bókstaflega engin ástæð og mann líkar ekkert alltaf við allar manneskjur. Nei. Sumum finnst maður bara ekki skemmtlegir eða finnst eitthvað astanlegir eða whatever. Ef að það er ástæðan og hún í rauninni er ekki með neina valid ástæðu, þá þú veist, kannski
er það bara her problem? Já, Smá? þannig að fer svolítið eftir því hvað það er, en þetta Já. er ekki skemmtileg stað að vera í. Nei, ekki góð. Nei. En ég ætlaði að segja eina sögu sem var að koma upp í hausna á mér, sem ég er ekki búin að segja en það í podcastinu, svona smá drama. Það er alveg smá langt síðan ég lendi í þessu. En mér fannst það bara svolítið, þetta er alltaf svona, þetta er svona hlutir sem bara svona plays on my mind all the time, þú veist, bara svona alltaf svona, af og til fæ ég þetta upp í hausinu, alltaf bara, þetta er svo skrítið. Einu sinni lendi í því að ég svona að reyna að hugsa hvernig ég að segja þessu sögu án þess að gefa upp hver það var eða hver, já, whatever, ok. Ég var sérst í ammæli hjá vinkonu minni og þetta var sérst þannig vinahópur að ég þekki bara hana og einn annan en síðan var ég að hitta alla hennar vini í fyrsta skipti Okay. og þannig þú veist það voru mjög margir annað að kynnast fyrsta skipti og bara við förum fyrst út að borða, stór hópur og erum öll að mingla og allt í góð með það og bara allir ógeðslega næs, allir nýju vini hennar sem ég þekkti ekki, ég var bara ok, næs, geggjað, eitthvað. Ein stelpan sérstaklega var ég alveg svona smá mikið að spjalla við og bara eitthvað kynnast og eitthvað allt í góð með það, síðan fyrir við á bar eftir dinnin og þá er ég bara eitthvað að spjalla á hana og síðan segir hún við mig eitthvað svona, hérna, má ég fá Instagramið þitt? Og eitthvað mjög basic og ég eitthvað, já, má ég fá þitt? Þannig við skiptumst á símum. Sem er þetta alveg furðulegt. Finnst þér það? Já, ég myndi freka bara eitthvað, já, ég heiti þetta á Instagram Já, og þú myndi skrifa. já. En það En er kannski- ástæði fyrir því, Já, eða sko, kannski átti þetta bara að gerast. en hún rétti með símann sinn og ég eitthvað bara, þú veist, bara inn á Instagram appinu og ég fyrir bara eitthvað að byrja að skrifa nafnum mitt og hún símann minn. Ég skrifa nafnum mitt og ég íti á mig og ég er blokkuð. Þú veist, þar sem að stendur follow, stendur bara unblock. Oh my god. Og þetta er manneskja sem ég hef aldrei á ævi minni hitt. Ég hef aldrei talað við hana. Ég hef aldrei, ég veit ekki svona hver þetta er. Ég hef aldrei heyrt hana, minnst hana fyrir þetta kvöld. Og ég var bara, Þetta er náttúrulega bara ekkert eðlilega styggt. ég finnst þetta ekki skrítið. Ótrúlega Og skrítið. þetta ég var líka ekkert endilega eitthvað svona sár eða neitt, ég var bara svona confused. Já. Bara ok, þannig að hún greinilega veit hver ég er, ég veit ekki hver hún er, hún veit hver ég er og búin að blokka mig og af hverju. Og síðan er hún búin að vera gett næsum með allt kvöld, baði með Instagramið mitt. Og sko, að blokka fólk, Mér finnst það alveg svolítið það serious. er alveg prósess, Já. skilur, maður þarf að íta og gefa ástæði af hverju og þú veist, eitthvað svoleiðis. Þannig að hún sko tók alveg þá ákvörðun að blokka þig einhver tíman og hefur það kannski glimt í eða þá var að þykjast ekki muna eftir því eða... Eina fólki sem ég er með blokkað er fólk sem að, þú veist, hefur sendt mér eitthvað óviðandi eða eitthvað sem ég bara svona, vil ekki sjá þig eða einhver einhverjir strákar sem ég vil ekki sjá. Já. Þannig að mér finnst að blokka, þú veist, fyrir mig til að blokka aðra stelpu þá sem ég þurftir alveg bara að hafa gert mér eitthvað hræðilegt. Já. En mér fannst það svo Ángríns. vandræðilegt að ég, náttúrulega, er bara rosalega vandræðileg og algjör people pleaser, þannig að ég fó út að þú veist, þegar ég sérst að nafnum mitt embla þá kemur þú veist bæði bara aðal Instagramið mitt og síðan líka persónulega Instagramið mitt sem Já. ég nota voða sjaldan en þannig ég ítti bara á persónulega og réttir og bara, já, gerst vel, hérna. Mér Þú veist. finnst það galið að þú hafir ekki bara eitthvað ég er blokkuð, En þetta er máli, ég er svo gef mikið mér ástæði. ég er svo mikið pussover, ég er svo mikið svona, ég vil ekki gera aðra vandræðilega sem er svona svo aðstæðilegt og nú er ég er svo forvitin, ég bara, hvað var þetta? Nú myndi aldrei vita af hverju. Nei, og ég er ekki blokkuð í dag. Hún unblokkaði mig og followaði mig. Þannig að, En I don't hún hefur know. alveg þurft að gera það. já, og hún followaði ekki Instagrami sem ég sýndi henni. Heldur followaði hún, þú veist, aðlega Instagrami þar sem ég var blokkuð. Oh my god, þetta er ekkert eðlilega furðulegt. Nei, ég veit það. Ég er smá í sjokki, ég hef sagt þess að sögu en þetta er alltaf leið. It's okay, það er ekki sem ég sé eitthvað slæmt, þetta er bara eitthvað sem gerðist. Já, þú veist. já, 100%. What's the girl gonna do? Þetta er drámakasti. Ef ykkur dettur eitthvað í hug hvað þetta gæti verið, en það er plís að segja mér út að ég ángrís bara, ég skil ekki. Nei, Ég er ekki tengd þessar manneskja á neitt hátt nema fyrir utan þessa vinkonu. ótrúlega I'm skrítið. so confused. Anyways. Ég lenti einu svo ótrúlega furðulegu að því ég var á Selfossi yfir vetrarfríið hjá mamma og pappa Ok. og ég fór inn á bað, það var bara komið kvöld og ég var bara að fara að taka make-upum mitt af. Þannig ég fór í skúfunni á systur minni, Ok. bara eins og maður gerir, bara til að fá cleanser.
og hún var með 2 dollur, eina sem var cleanser og eina sem var rakakrem og þetta var bæði frá Clinique, þannig ég var bara score. Klíník gæla. Og þannig að ég tek cleanserinn og ég bara eitthvað svona, en skrítin áferð á þessum cleanser því ég á hann og það er ekki svona áferð. Þannig ég bara eitthvað svona rolling with it, kannski hann bara gamallega eitthvað. Já. Þannig að ég tók hann og lét hann bara út allt í andlitið á mér og svo var ég bara, og það var fárulega mikil svona blóma lykt af þessu og ég bara eitthvað fór eitthvað að spyrja systur mína og hún var bara eitthvað varst að nota krullukrem mitt í framan? Krullukrem? Oh my god. Það ég bara full on þreif á mér allt smettið með krullukreminu hennar. Oh my god. Hvernig helst þetta að vera cleanser? Að því þetta var í dollunni. Hún hefur bara, þú veist, fengið krullukrem í einhverju vinkonu sinni eða eitthvað, þú veist, til að prófa eða eitthvað. Og setta í dolluna? Já. Og við hliðin á rakakreminu sínu. Svo illa á mér vegið. Það er svo fyndið. Ég er svo ótrúlega viðkvæm. Ég var bara alltaf ógeðslega rauð og bara illt í augunum og... Shit. Oh my god. Já, það er verið vont fyrir augun að fá svona í augun. Já, krullukrem. Krullukrem. Jesus. Ok, en... Obsession of the week. Ertu með eitthvað fyrir okkur? Já. Ok, hvað? Heldur Pétur. En þarna, ég er búin að vera obsessed á L'Oreal viral varalitnum í litnum 303. Mér langar að prófa hann. Já. Og ég er búin að sjá mjög mikið hann. Ég er búin að heyra þig og Aldís að tala hann mjög mikið. Ég veit það, að því ég er bara komin á eitthvað svona vagna, ég vil hafa varirnar mínar. Ég vil hafa lippliner, dökkan, og svo vil ég hafa ljóst inni. Já. Ég er komin á okkur svolítið tíma. Það er very cute. Og hann er alveg svona shimmery. Erstu ekki með hann núna? Já. It's very cute. 303. 303. Skemmtileg ykkur jaka upp. Já, hann er geggjar. Nice. En þú? Já. Ég var að hugsa. Það er svo sért eitthvað. Hvað heitir þetta að vera svona andsetin? Ég var bara að hugsa obsessioni mitt og ég var bara, þetta var reactioni sem ég fekk. Okay. Love Story á Disney Plus, þættinir. Hvað er það? Þannig please að horfa á það. Okay, sko. Embla, einhverjum einasta þætti, þá ert þú að segja mér að horfa einhverja nýja þætti. Hvernig á ég að hafa tíma fyrir þetta allt? Sorry, ég er alltaf heima að vinna, ég er alltaf með þátt í gangi að minna að taka upp. Já. Hvað er þetta þá? Er það raunverulega? Nei, þetta eru leiknir. Þetta eru veistu hvað JFK Jr. er, örgulega ekki. Þú veist hvað JFK er, sem var fórsetið Bandaríkjanna. Já. Sonur hans, JFK Jr. Okay. Þetta eru þú veist hvernig hann kynnti skólanum sinni. Heitir hann JFK Jr.? Já. Og þau dóu 1999 í flugsleysi og þau voru frekar nýlega gift og eitthvað og þau voru gett mikið power couple, hann var bara svona mest eligible bachelor í Bandaríkjunum, þú veist, hann er ógeðslega myndalegur, allir vildi giftast honum og síðan giftast hann þessari stelpu sem heitir Carolyn og þau voru bara gett mikið power couple og eitthvað og þetta er bara basically ástæðsagan þeirra. En þetta er bara mjög áhugavert, þú veist, út af því að alltaf pabbi hans var skotinn, þú veist, frekar ungur, þú veist, þannig að þetta er bara svona áhugaverð saga, áhugaverð fjölskylda og þetta er bara ógeðslega velgerðin þættir og mjög svona fallegir, þú veist, allt, tískan og bara allt og aðeikarinn er svo sætir. Ég er með nýtt celebrity crush og það er hann. Oh my god. Hann bara, I cannot. Þetta er, ég skal finna hann og hann er svolítið líkur einum sem við þekkjum smá. Sem að þú þekkir. Hann heitir Paul Anthony Kelly. Hann er frá Kanada. Getur sagt hæfið hann þegar þú ferð til Vancouver. Það er ekki sætur. Mér finnst hann ekki það sætur. More for me then. Já. En hann er giftur og nýbúinn að eignast barn. Já, þannig að það er ekki en hann mjög til hans, I guess. Nei, joke. Þannig að ef þú lítur svona út, bara sendu okkur inn á Dramakastið eða inn á Embla Vikum á Instagram. Mér finnst þú sé alltaf að reyna að pimpa mig át eitthvað í Dramakastinu. Við verðum að koma Embla út. Mér finnst nú mjög ólíklegt að séu margir strákar að hlusta þættir okkar, en kannski, það var nú skemmtilegt. Já. En mér finnst líklegt að þetta séu mestmagna stelpur. Ef þeir bróðir sem lítur svona út, hit me up. En það er svona ekkert bara út af því, mér finnst það bara mjög skemmtilega þættir og I'm obsessed with it at the moment. En ef að henda okkur topic þáttarins. Já,
við ætlum sem sagt að taka fyrir hluti sem að við skiljum ekki. Það er margt sem við skiljum ekki í þessum heimi. Það er mjög mikið sem við skiljum ekki í þessum heimi. En við erum samt mjög flottar og gáfar. Já, veistu hvað, ég er líka mjög mikið svona, með svona hluti sem ég skil ekki. Ég vil síðan ekkit endilega heldur að fólk fara eitthvað útskýrað fyrir mér. Nei. Fattar þú hvað ég meina? Nei, þú veist, það er bara alltaf lagi að lifa lífinu á þess að vita. Já, að líka sko, þú veist, og við getum tekið þetta fyrir að taka dæmi. En oft get ég alveg svona, ok, þú getur útskýrt þetta fyrir mér og ég fattar hvort að reyna að segja, en ég skil þetta samt ekki. Já. Þú veist, ég skil þetta ekki. Já. Svona, ég get alveg lesið þetta og skilið semi, en þetta er óskilinlegt fyrir mér. Já. Vilt þú byrja með fyrsta þitt? Já. Núna munu allir lyfjafræðingar out there fara í mig, rífa sig í mig. En verkjatöflur, ég skil það ekki. Hvernig veit pillan hvar verkurinn er? Er þetta ekki bara þannig að pillan fer allstaðar og lagar allan verk? Þannig þá fer hann, hvað sem hann er. Já. Ég hélt það allavega. En nei, ég skil ekki lyf. Ég skil ekki hvernig einhver fattar þetta. Og líka bara eins og sýklalyf. Að þeir eru til mörg mismunandi sýklalyf. Einmitt. Og þau vita þá hvar þau eiga að laga þig eftir mismunandi sýklalyfum. Á ég að segja þér hvað? Eina gátu. Ég var að horfa á Hobbitan í gær. Að það? Já, og þetta er eins og hann það Smiggle. Ég var að tell you a riddle. Nei, er riddle gáta? Já. Ok, hvað meina gátu? Ok, það voru 2 bakteríur í hálsi. Ok. Eins og í þínum hálsi núna. Fleiri en 2. Ok. Nei, byrju. Ok, þetta er ekki gáta, þetta er bara brandari. Ok, það voru 2 bakteríur í hálsi. Ein bakterían sagði við hina, ég er svo slöpp. Og þá sagði hinn, nú, akkur er þetta svona slöpp? Og þá sagði hún, ég er búin að fá svo mikið að sýklalyfjum. Þetta var svo gott. Þetta var alveg fyndið. Já. Svolítið góð, þetta var alls ekki gáta. Nei, þetta var alls ekki gáta. Það var mjög góð brandari. Já. Ég ána með hann. Þetta er verkefntöflukablinn er núna búin hjá mér. Takk fyrir hann var góðu kabli. Nei, ég skil ekki lyf heldur, mér finnst það svolítið óskiljanlegt. Hvað er fyrsta þitt? Fyrsta mitt er, ég var að pæla í þessum daginn þegar ég var að keyra með tjörninni. Ok. Þegar þú sást mannin datt hann í tjörnina? Nei, þetta er ekki þá. Þetta var annað skipti, en ég fældur að glýsa líka það. Já. Er það endur eða er það kannski gæsir sem að fljúa svona í vaffi, þú veist? Ger ekki bara báðar? Ég veit það ekki. Já, þegar það er fljúa í svona vaffi, það heitir oddaflug. Oddaflug, þegar það fljúa oddaflugi, hvaða gæs ákveður hver er fremst? Einmitt. Er einhver í hópnum sem er bara stjórnandinn og bara ræður og af hverju? Er hún bara meiri leader, þú veist, er hún bara fæddur leiðtogi eða eitthvað? Já. Og þegar ein byrjar að fljúa oddaflug og þú veist, eru það bara, þessar 2 allir sinna að joina og síðan þessar, eða þú veist, Já. og eru þær allir að fljúa með öndum eða gæsum sem að þær þekkja, er þetta bara eitthvað random gæsir? Fattar við? Er þetta gæsa hópur sem flýgur alltaf saman? Er þetta skilur bara eitthvað, þú veist, bara random gæs á tjöndinni og sér bara, ég ætla að joina. Já. Eða er þá allar hinna gæsna bara, hvað er þess að gera? Þú veist, er þetta bara eitthvað ættbálkur að gæsum? Já, og líka á tjöndinni, eru allar gæsnar, þú veist, eru það í einhverjum hópum? Er þetta einhverjum fjölskyldur eða vinahópar? Eða er þetta bara fullt af öndum og enginn veit hverju hvað? Já. Endilega senda okkur ef þið vitið þetta. En ég man það að hafa lært það í grunnskóla að ég man að það er erfiðast að vera fremsta öndin. Já. Eða gæsin. Ég trúi því bara mjög vel. Af því að hún einhvern veginn stýrir oddinum. Já. En ég man ekki alveg, þú veist. En ég er bara svo forvitin af hverju, þú veist, hver ákveður hvaða gæs er að stýra oddinum. Já. Og það hlýtur að vera svolítið erfitt hlutverk, að vera svona stjórnendastöðu. Já. Svolítið leader. Já, svolítið flott. Og eru þið allar vinir? Já, það er það sem ég er að pæla líka. Þú veist, er þetta bara random hópur eða er þetta vinir, vinahópur sem er að fara bara eins og ég og þú? Já, erum við bara hérna og síðan kannski væri við eitthvað hérna að fljúa oddaflug síðan bara random sem við þekkjum ekki bara akkur hann með okkur. Samt manneskjur, skilur við? Já, og við bara eitthvað, við erum hérna að fara söður veturinn, þú veist, hvað ert þú að gera? Akkur ferð þú ekki bara með þínum vinum?
mér finnst það svolítið áhuga pæling. Já, já. En ég pæla ofta í þessu líka bara með, þú veist, dýr í náttúrunni, bara eitthvað svona þekkjast þau öll. Já. Eða þetta, þú veist, og það dýr geta alveg verið misnáin, Já. hvort öðrum, þú veist. Það er svolítið áhugavert. Já, svolítið áhugavert. En nú er þetta búið. Hvað er með þitt næsta? Mitt næsta er hlátur og grátur. Þannig að hver ákvað að hlátur er góður og grátur er slæmur Já. af því að grátur getur líka verið góður. Já. Og sumir hlæja líka þegar það er kannski vandræðalegt. Já, já, Eða þegar þeim líður eitthvað óþægilega. já, já. En hver bara ákvað þetta? Já, góð pæling. Mm Er við líka ekki eina dýrategundin sem að hlæja og grátum? Eða Er gera það? apar það líka? Ég ætla að googla. Eða þú veist, það er dýr... Æ, gráta apar. Ertu búin að sjá apan Punch? Æ, með Japan, með- IKEA. Já. Ok, hér sko stendur að fílar og hundar, þeir gráta ekki beint en þeir svona væla Já. til að sýna grátur. Já. Fílar. Oh my god. Æi. Fílar væla? Oh my god. Og svo stendur að skjaldbökur, þær framleiða tár. Að það? En þær En- gera það til að ná saltin úr augunum. Já, ok. Það gera ekki, þú veist, þegar það eru sorgmændar. Nei, það er ekki out of emotion, það er ekki tilfinningarækt við það, en það er bara eitthvað viðbröð hjá augunum, eins og Já, þegar já. við fáum eitthvað auga, Vá, þá fyndið. társt auga, Já. skilur. En það er svo astanlegt, ég myndi út að það meikar alveg sens. En af hverju manneskjur, bara eitthvað, mér líður illa þannig að það er vatn að koma úr augunum mínum. Saltvatn. Bara já, bara ég er svo sorgmætt að nú er saltvatn að leka úr augunum mínum. Já, Og nefnum mitt er stíplað og ég er bara eitthvað, þú veist, það meikar ekki sens. það er ótrúlega skrítið. Já. Líka eitt sem tengist þessu smá er Ok. hérna kýtl. Af hverju kýtlar manni? Já, það ekki. Já, ég líka. Og af hverju hlær maður þegar það er verið að kýtla mann? Veistu hvað ég heyrði? Ég Hvað? heyrði að hlátur væri eitthvað svona 2-3% eitthvað svona geðveiki. Hæ? Já. En út af því að, þú veist, ég hata að vera kýtluð, svo mikið. En út af því maður hlær þegar það er verið að kýtla mann, Já. þá finnst mér alltaf eins og kýtlarinn finnst þetta ekki fyndið og haldi að maður sé að Já. skemmta sér. Maður er bara alls Ég er alls ekki að skemmta skemmta mér, en þú veist, líka minn er að svona svíkja mig út af því að, þú veist, ég vil ekki vera að hlæja, en ég er að hlæja. Já. Og þá heldur bara, saka gaman, og ég er bara, hættu, ég hata þegar það kýtla mig. Ég hata ekkert meira en að vera kýtluð. Ég hef ekki verið kýtluð í mjög langa tíma reyndar. Ég er stundum kýtluð. Og Hvað sérstaklega, er það kunni? nei, jú, að því að Gunni byrja stundum að kýtla mig, að þá koma bæði börnin og kýtla mig. Nei. Og núna eru þau orðin svo góði að kýtla mig. Þú veist, þau eru orðin svo góði að kýtla mig á stöður sem ég kýtlar, þannig að ég er alltaf bara eitthvað, Nei, ég hata mest í heimi að vera kýtluð, sko. skrítið að hlæja. Það er mjög skrítið að hlæja. Og að fara í hláturskast er mjög skrítið. Maður er bara, Þú veist, þegar maður bara svona á ekki að vera að hlæja, en maður bara Já. verður ekki vissi. já, Seinast þegar ég fór í hláturskast, þegar ég var bara, þú veist, ein að hlæja, var enginn að hlæja með mér. já. Var ekkert um að þegar ég var eitthvað staðar í London og þú sendi mér hennar teikninguna þína og ég var bara eitthvað staðar og ég var bara eitthvað og ég gati ekki hægt að hlæja. Ég þurfum vilja útskýra svona smá Já, ok, útskýr þú. hvað við erum að tala um. Já, Við erum í grunnskóla og ég var í textíl, nei, ekki text, myndbönd. ég var í myndment og það sem við áttum að gera það er sérst fóri einhver í miðjuna og við áttum að Tegna hann. Akkur byrjar að tala um þessa mynd. Ég er bara út um að tala að hlæja. Ok. Ég átti að teikna manneskjuna sem var í miðjunni. Það er bara sagan. Það er bara Þú sagan. bara tegna hann svona aðsnalega. Já, ég teikna hann svo ógæðislega illa og astnalega Það að er bara búið að vera inside joke öll þessi ár. Já, Eitt sem ég skil ekki er nærri. Að nærra. það er Og ekki þetta- dæðilega furðulegt. Það er bara svona loft sem skýrst gætt hratt út um nefið á mann og munnin. Bara svona, tjú. Já, Af hverju? en sko, Það er hýtla svona í nefið. já, ég held að það gæti verið að því að við förum kannski inn í, ég held að þetta sé eitthvað svona hreinsunar aðferð öndunarfærana Já. eða eitthvað svoleiðis. Það geta alveg verið. En bara ógeðslega steikt að vera eitthvað að þurfa að skjóta í strax Bara út. Já. Já, skýrst gætt harkalega. Af Og því- líka, það er ekki að þægilegt að nærra.
eða fattaru, Já, og af hverju ef maður horfir í ljós þá þarf maður að hnerra. já, Þannig ef maður þarf að hnerra og horfir í ljós þá hnerra maður, já. og ef maður næri ekki að klára hnerrið þá er það ekki allt óþægilegt. Þá er þetta eitthvað svona óklára verk. Já, svolítið Já. skrítið. Svolítið fyrirlegt. Já. Sko, næsta mitt er að synda. Já, Og sko, fór eitthvað bara í vatn og buslaði þangað til að náði að koma Já. sér á einhvern annan stað já, og hver ákvað að væri skriðsund og bringusund sem að einmitt. það eru glægt að gera alls konar hreyfingar í vatni sem koma þær áfram. Líka af hverju myndu manneskjur vilja svona mikið, vera svona mikið í vatni þegar við bókstaflega drukknum í vatni? Já, Þú veist, þetta er vökvi sem að getur dreipið okkur, veitum nú það er ég aftur að hnerra. það er ljósið. Nei, það fór. Óklára verk. Já, óþægilegt. Þú veist, þetta er vökvi sem að bókstaflega ef við öndum honum að okkur þá deyjum við. Já, Þú veist, þannig af hverju eru manneskjur svona trilltar í að synda? En á ég segja þér hvað ég var obsessed með þegar ég var lítil, Já. var að horfa á svona conspiracy theories á YouTube, algjörnöti. Og þá eitt af því var eitthvað svona sem ég man ógeðslega vel eftir, var eitthvað svona við vorum einu sinni öll hammegur og við, þú veist, mannkynið evolvaðist af hammegum og þess vegna finnst okkur svona gaman að synda og eitthvað svona þess vegna eru sumir ennþá sem fæðast með fit á milli puttana og fótana og eitthvað svona. En hefur þú séð manneskjur sem fæðist með fit? Nei, en þetta er svona eitthvað thing, þetta er eitthvað svona genetic held ég. Þú veist, það eru sumir sem fæðast með fit. Vá, Ekki, en það er spes. ekki algengt, Já, já. örugglega, en bara eitthvað svona í rauninni taka dæmi. Þú veist, eins og bara eitthvað, einhver myndi fæðast með auka putta, þú veist, það gerist. Já, Það er ekki já, svona algengt, já, já. en hann er kannski er það ástæðan. Kannski eru við hammegjur. Gæti Sko, verið. ég trúi ekki á hammegjur. Ég trúi ekki að það sé sko hálfur maður og hálfur fiskur Nei, og nei, geta eitthvað andað uppi og andað niðri og eitthvað svona. nei, ekki eins og í Ariel bara með rautt hár og í bikini og Og með hana dingulhörpuna. já, Nei, greiða sig með gafli og já, dingul- þetta er ekki gaffall. Þetta er dingulhörpa. Dingulharp. Þú veist að fyndi að horfa alltaf teiknumyndir íslensku. Já, Ég sé alltaf, hvað heitir það, dinglehorn eða eitthvað. ég veit ekki, þetta er bara dingulhörpa. En eitt líka, einmitt sem ég sá, var að ástæðan fyrir mjög mikið af svona einhverju, þú veist, gömlum svona góðsögnum og eins og, þú veist, hammegur og draugar og eitthvað svona, var kannski út af því að, þú veist, í gamla daga, pældi ykkur að margir sem nota gleru núna, sem sjá ekki vel. Og í gamla daga voru ekki til gleru. Já, Þannig að voru kannski ógeðslega margir sem að, þú veist, þurftu gleru, en voru bara, sá ekki nógu vel, fattarðu? já. Og kannski sjómenn, pældi í sjómaður, kannski sér ekki nógu vel og er bara blind fullur eitthvað staðar út á sjónum og sér til dæmis að vera eitthvað theory að það væri bara sækýr, sé kannski bara sækýr og það er bara eitthvað, Já, þetta er kona, þú veist, já, er ekki já, búin að já. fara á land í marga mánuði, sakna Og bara konuna sakna. sinnar, þú veist, hann eða, og alls konar svona og kannski líka eins og með draugagang og eitthvað svona, Já, gæti verið bara að fólki í gamla daga var kannski orðið sem að crazy að því að þú veist vera bara eitthvað í, það var gett dimmt úti og þú sást ekki neitt og síðan sérði eitthvað smá og þá allt í einu bara heldur á sér draugur. já. En trúir á draug? Ég veit það ekki, ég fer svo smá Nei. fram og tilbaka. Já. Ég trúi alveg svona á einhvers konar anda, þú veist, ég trúi því alveg að þegar við deyjum að sálindar okkar lifa einhvern veginn og þá finnst mér alveg svona make a sense að einhvern veginn gæti verið sálir sem að eru svona á milli heima, fattar þú? Já, Er ekki komin á hinn staðinn en eru ekki ennþá á lífi. já, já. Fattar hvað ég meina? Og gæti þá verið svona ennþá smá en ekki bara eitthvað svona típiska drauga sem að þú geta labba gegnum veggi og eitthvað svona. Já. En mér finnst ég bara hafa heyrt of mikið af sögum af einhverjum öndum og einhverjum svona draugangi til þess að trúa því bara 100% ekki. Já. En þú? Ég veit það ekki. Ég bara alveg veit það ekki. I believe it when I see it. Held ég. Ég var alveg til í bara ekki trúa því Já. að það væri bara ekki til. Já. Og því það er alveg mjög skeri. Mér finnst ekki gaman að trúa því. Nei. En það er samt gott að trúa að við munum fara eitthvert þegar við deyjum. Já, Það er ég svo trúi gott því fyrir- alveg. Það er gott fyrir hjartað. Já, ég trúi því alveg og þá trúi því alveg svona að þú veist, já, fólk sem hefur fallið frá getur ennþá verið svona aðeins meðal okkar en ekki á þann hátt að þetta er bara eitthvað draugur sem ætlar að hrinda vasanum og þú veist, Já, já. skilur Mitt næsta er speglar. Já, Ég skil ekki alveg að því speglar voru náttúrulega ekki til nei, og þau var náttúrulega bara örugglega að nota vatn
myndi ég Já, halda. fólk bara sá kannski bara sjálft sig í einhverjum læka eitthvað. Já. Eða í baði. Eða í baði. Horfa hann í balan, hann er ég. En pældi því að hafa ekki verið með neina spegla og þú þarfst bara að treysta einhverjum öðrum fyrir því hvernig þú lítur út. Já. Eða þú veist. Ég er alltaf bara eitthvað hvað sæt og þú bara, ok, I guess. I guess. Eða bara hvað komið ljót, ok, I guess. Já. Og ég held að svona flestir, allavega ég og þú, þurfa að vera duglegri að horfa ekki í alla spegla og reflection sem að maður labba framjá. Já, svona mikið alltaf að pæla í hvernig maður lítur út. Já, og það hefur verið ógeðslega næs líf að ekki eiga neina spegla og bara ekki vera svona mikið að pæla í hvernig maður lítur út. Við erum bara svona smá unaware af sínu eigin útliti. Að maður er bara. Maður er svo ógeðslega meðvitaður sitt eigin útlit alltaf núna. Ég er bara geðveikt meðvituð að ég sé með bara hérna pingulítinn punkt hér og pingulítinn hér og eitthvað svona. Og bara alla daga alltaf að tjekka í speilmyndina. Þegar bara náttúrulega speglar út allt. Þú getur spegla í öllu í dag. Já, ég bara ángriðs ef ég labba niður í bæði eða eitthvað, bara hver einasti búðgluggi ég bara, hann er ég. Já. Ógeðslega obsessed með sjálfum mig. En þú veist, það er bara svona. En taka það með sér sem veganesti að reyna að gera það ekki. Af því að já, ég held að það sé alveg sniðugt. Ég held að það sé líka bara gott fyrir menn. Já. Ég finn þetta mjög mikið náttúrulega bara vinnan mín sem ég snýst ég er bókstaflega að horfa á sjálf mig allan daginn alltaf. Já. Og svona eftir ég er fara heim að klippa þennan þá. Og þá er ég fara að vera að horfa á sjálf mig. Og mig. Já, og þig. En þú veist, ég er ekkert að pæla í því, þú veist, ég er alltaf miklu vera að pæla í sjálfur mér. Já. Þið er alveg sama að þeir sé bara ljóta skrítið. Þetta er sama. Ég er bara að pæla hvað ég sé sætt. Nei, tjók. Mitt næsta er brú eða brýr. How the fuck, hvernig eru þær búnar til? Byrjar maður á einum endanum og byggir yfir í hinn eða er þær byggðar og svo færðar á staðinn? Já. Og hvernig haldast þær? Eins og bara Brooklyn Bridge. Já, bara stórar brýr, þú veist, hvernig er þetta gert? Það er bara ekki séns að þau getur byggt hana og svo fært hana yfir, þú veist, þetta er það stórt. Nei, en hvernig helst hún? Þú veist, það er bara einhver manneski sem bjóð þetta til og designaði þetta einhver verkfræðingur. Já. Ég veit ekki að spyrja pappa minn, hann veitur þetta örugglega. Nei. Ég skilja alveg, hún er lítil, þú veist, bara hérna lítill lækur og þú setur bara planka henni brú, skilur. En svona stórar, ég fatt þetta ekki. Það er ekki bara eitthvað svakalega verkfræði á bakvið þetta sem að við bara munum aldrei komast nálægt, sko. En pældi hvað þetta er svona sniðu uppfinning. Út af ef það væri ekki brýr, þá myndum að þurfa annarkvort að labba allan hringin eitthvað eða synda, eða fara í bát. Kannski ekki physically synda, þú veist, en fara í bát. Gæti sundi. Eða fljúga. En bætti ef að flugulega væri ekki til. Það er rosalega uppfinning. Það er brjálu uppfinning, sko. Vá, ég er mjög ánægð að flug vilja séu til. Já, same. En svo er þú ekki í vinnu. Annars væri ég ekki í vinnu. Hvað finnst þér drauma? Já. Finnst þér ekki steikt dæmi? Það er mjög steikt dæmi. Af hverju dreymir mann? Og af hverju er ég bara allar nætur alltaf í einhverjum skrýtnum öðrum heimi sem er mjög raunverulegur fyrir mér. Ekkert smá skrítið, pældi hvað við eyðum miklum tíma af ævin okkar í það að dreyma. Já, ángríns. Og vissiru að maður getur aldrei dreymt neitt án þess að hafa séða. Já, ég heyrti það, þú veist, þú getur ekki dreymt manneski eða andlit sem þú hefur ekki séð alvörinni. Nei, þannig kannski ertu bara eitthvað út í búð, fullt af fólki í draumniðinum. Já. Og þú veist ekki hvaða fólk þetta er, en þú hefur samt hausinn hefur séð þetta fólk að þú getur ekki dreymt eitthvað sem þú hefur ekki séð. Kannski bara eitthvað tímann, kannski bara manneski sem sást í krónunni einu sinni, en hún er samt, þú komið með andlitið hennar í hausinn að þér. Ekkert smásteikt. Hefur eitthvað fengið svona lucid dreaming? Ég held ekki, eða sko ekki þannig ég man, en ég hef einu sinni fengið svona sleep paralysis. Ég er svo léleg. Sleep paralysis, þetta sendar við þá. Sleep paralysis. Paralysis, já það má alveg segja það. Já, oh my god, ég fekk það í geð mikið eins og tímbili. Það er sérst þegar að hausinn er vakandi en líkaminn er sofandi. Já, þannig getur ekki hreyft þig. Já, getur ekki hreyft þig. Og það er það ógeðslegasta, sko, ég lenti þessu ógeðslega oft í þessu. Þetta var held ég þegar ég var í einhverjum lokaprófum og ég var bara geð stressu og eitthvað leið ekki vel. Bara alltaf þegar ég fór að sofa og alltaf þegar ég lagði mig sérstaklega á daginn þá lenti ég alltaf í sleep paralysis og þetta var bara ógeðslegt. Sko, ég held þetta gerist svolítið þegar maður er eitthvað svona stressaður eða ógeðslega þreyttur eða eitthvað ógeðslega mikið í gangi að
þú veist, þetta er örugglega bara eitthvað svona fire or flight Já, svefnsins. pottjætt. En ég veit að sömur sem lenda oft í þessu sjá sko mikið offsjónum og Já. get scary offsjónum. Oj. Ég sem veit fyrir ekki fengið það en ég fekk einu svona off-skinninu, þú veist, þannig ég heyrði eins og að vera eitthvað að tala og segja eitthvað creepy Oj, það og er eins og ógeð. líka eins og einhver væri svona sitjandi hún á bringunni minni. Já, ég hef heyrt fólk segja það. Já, það er lendir eitthvað í þessu. þing. Já. Þetta er ógeðslegt, þetta er nasty og síðan er ég bara eitthvað mér líður eins og ég sé öskrandi Já. að reyna að vakna Einmitt. og það er ekki sofandi hliðin á manni og maður er bara eitthvað að öskra á manneskina Já. og svo vaknar maður og bara nei, þú varst ekki að segja neitt. Og svo sko þegar maður vaknar, þá finnst maður eins og maður sé að koma eitthvað svona, Já, þetta er bara svona, þetta er hræðilegt, maður er bara Ógeðslega svona vakna til skrítið. lífsins Já. einhvern veginn. Næsta mitt er Wi-Fi og Bluetooth og AirDrop. já. How the fuck, ok, ég er með hérna router inn í stofunum minni og hann sendir inn það Wi-Fi signal Bara inn í íbúðinni. íbúðana mína, þú veist, er þetta eitthvað svona búbla sem næri ekki langt, eða Já, það hlýtur á það. ég skildi ekki. Og líka Bluetooth, hvað er einu svona Bluetooth? Og er þetta bara einhverja þú veist, þetta eru væntanlega einhverja bylgjur, en hvað eru bylgjur? Og ég hata þetta. Og líka þú þarft að vera nettengdur til að Já. nota Bluetooth Já. og væntanlega internetið, Já, en þarf ekki að vera nettengdur fyrir AirDrop. nei, maður getur nota AirDrop bara hvað í flugvél líka. Já. Þú Bara, veist, hvað er þá AirDrop? Hvernig er ég þá að senda þetta? Með lofti? Akkur myndir það ekki bara senda fyrir eitthvað með AirDrop en Bluetooth? En síðan líka virkar AirDrop aldrei þótt að ég sé bara eitthvað með fullt Wi-Fi og fullt Bluetooth. Eða þú stundum virkar það gett vel og síðan Já. stundum randomly bara virkar það ekki neitt. Já, ég skil ekki. Ég skil ekki neitt, sko. Getur þú AirDropað frá iPhone yfir Samsung? Nei, þetta er iPhone ting. Já, ok. En líka, hver fann upp á internetinu? Pældi í því, ef það væri ekki til internet núna og einhver myndi reyna að útskýra fyrir interneti, Já, bara eitthvað, hvernig myndir einu sinni útskýra það? einhvers konar vefur sem að þú ferð Inn á? og skrifar Og ég held að interneti hafi örugglega byrjað með, sko, e-mail og fréttir. Já, Það var held ég að fyrst. já, og eitthvað svona blogg og eitthvað. Já, en Það svona kom ekki alveg alveg fyrst. Já. Þegar pabbi var að segja, þú veist, fyrst skipt sem að hann heyrði ekkert á interneti, það var e-mail. Já. Og þá var þetta svona, what, e-mail? Þá var þetta bara, já, í staðin fyrir að senda bréf, þá getur þú sendt bréf í gegnum tölvuna. Pældi þess að hvað það er spes. Já, það er svo skrítið. Nú er þetta bara eitthvað bókstaflega líf mitt er interneti og bara maður er alltaf tengd í netinu og ef ég er ekki tengd í netinu í 5 mínútur þá er ég bara eitthvað, what the fuck? Þú veist, Ekkert smá spes. þetta er svo spes. Algjörlega ótengt þessu. Já. Mér langaði svo að segja þér eitt crazy fact Ok. sem ég var að læra. Já, segð mér. Veistu hvað gerist? Eða veistu hvað er að gerast þegar þú færið straum? Nei. Þegar þú snertir eitthvað, færið straum Mhm. og við erum náttúrulega með alls konar eitthvað svona rafskaut og eitthvað inn í okkur Já. og það er bara rafeindir og rafskaut og eitthvað bla út um allt. Þannig að þegar þú færið straum þá er eitthvað svona ójafnvægi. Þannig að þú ert að jafnast út. What? Þannig að straumurinn er að jafna þig út. Vá, skrítið. Þannig að þegar þú færið Vá, straum, áhugavert. þegar þú færið straum þá er annarkvort ójafnvægi í þér eða í hlutnum. Ég fæ mjög oft straum, þú veist, ef það er svona þurrkur í loftinu. Já. Ég er með þurrt hára og okkur. Ekkert smá spes. Já, þá held ég að við segjum bara gott í dag. Ég held það. Þetta er hlutir sem við skiljum ekki. Við erum kannski pingu vitrari, samt eiginlega ekki. Nei, Eftir hann þátt. nei, ekki. Eiginlega ekkert engu vitrari. Nei, ekkert Og vitrari. þessi þáttu gerði ykkur örugglega heldur ekki neitt vitrari. Nei. En bara, Það er alltaf leið, bara skemmtun. já, bara takk fyrir að hlusta. Já, takk Munið fyrir að að við erum hlusta. á Instagram Já. og TikTok. Já. Og með endilega sendin Drama of the Week ef við erum með eitthvað, minnum á að það má senda okkur hvað sem er og þetta er alltaf allt nafnlaust. Þannig að við erum alltaf til í að fá drama. Já, þá segjum við bara takk fyrir að hlusta og bless. Keks!